Það er ritningarstaður í Biblíunni sem talar að orð Guðs er lifandi og kröftugt. Annars staðar er talað að Guð heldur öllu uppi með orði máttar síns. Ég fékk að reyna það þegar ég frelsaðist hvernig kraftur Guðs fylgir hans orði þegar maður talar það út. Það er þannig að ég er fæddur og uppalinn í Vestmannaeyjum og rataði svona snemma inn á svona vissa óreglubraut. En árið 1994 þá var ég bara kominn á þann stað í lífi mínu að ég varð að fá einhverja lausn inn í lífið, einhverja fyllingu. Ég var farin að upplifa það, ég lifði bara tómu og innihaldslausu lífi þannig. Ég álpaðist inn á samkomu í Betel í Vestmannaeyjum, í Hvítasunnu-kirkjuna, og kannski vegna þess að vinur minn sem hafði verið vinur minn í mörg ár, hann var farin að sækja þar samkomur nýlega. Og við gerðum svona smá díl með okkur að hann kæmi með mér á vissan fund sem ég var að fara á og ég myndi koma með honum í staðinn á samkomu í Betel. Og ég hafði svona, ekki kannski heitið mér því, en svona hugsaði þannig að ég myndi aldrei fara þarna inn. Mér fannst þetta bara stórfurðulegt fólk. En þarna fór ég á þessa samkomu, það var á sunnudagsmorgni. Ég stóð svona aftarlega í salnum og lét svona lítið fyrir mér fara og það var verið að syngja lag beint upp úr Biblíunni. Textinn er svona: skapaði mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér stöðugan anda á ný, og varpaði mér ekki burt frá augliti þínu og taktu ekki heilagan anda frá mér. Veit mér á ný fögnuð þinn og gleði, að ég megi með fúsleik þjóna þér. Ég hafði aldrei heyrt þetta lag og þessu var svona textanum varpað upp á tjald eða upp á vegg og þetta var sungið svona aftur og aftur yfir. Og ég fann að svona melódían, svona einföld melódía í þessu, og hún höfðaði strax til mín og það var eitthvað í þessu sem greip mig og ég vissi ekki hvað það var. En þarna var ég staddur og var að lesa þetta yfir og ég hugsaði með mér, þegar ég var búið að syngja þetta nokkrum sinnum, ég hugsaði með mér, ég get svo sem alveg prófað að gera þetta að minni bæn, ég á svo sem ekkert annað eftir og svo fylgdist ég með textanum áfram og svo þegar ég byrjaði að syngja þetta út, ákvað að syngja með og svona gera þetta að minni bæn. Ég hugsaði með mér, ég meina, ef að Guð skyldi nú vera til eftir allt saman, að þá finnst mér ekkert að því að prófa, gera þetta svona minni bæn. Og þetta var beint upp úr Biblíunni, eins og ég segi, og leið og ég talaði þetta út eða söng með og gerði þetta svona frá mínu hjarta, leið og ég byrjaði að syngja: skapaði mér hreint hjarta, ó Guð, veittu mér nýjan stöðugan anda, varpaði mér ekki burt frá augliti þínu og taktu ekki heilagan anda frá mér, og veit mér á ný fögnuð þinn og gleði, að ég megi með fúsleik þjóna þér. Leið og ég byrjaði að biðja þetta, þá fann ég eins og bara, það var svolítið erfitt að útskýra það, en ég upplifði það þannig að það var eins og færi bara eitthvað inn í hjarta mitt og tæki í burtu bara þennan grjóthnullung sem var búin að vera þarna í svo mörg ár og setti bara eitthvað nýtt í staðinn. Og ég fór út af þessari samkomu algjörlega breyttur maður, allt annar maður heldur en því ég kom inn. Og þegar ég horfði tilbaka þá sé ég þetta bara þannig, ég fékk að upplifa það hvernig kraftur Guðs hvílir á hans orði og hann frelsaði mig þarna, leysti mig. Í lok samkomunnar var boðið fram til fyrirbæna, ég fór fram til fyrirbæna og það var beðið fyrir mér og með mér. Hjálmar heitinn Guðnason, hann bað með mér til frelsis og ég hef gengið með Guði síðan og er bara lifandi vitnisburður það að Drottinn gerir kraftaverk í gegnum sitt orð.